Reiknaðu að taka einhverja stæðu og fylgja fyrirmælunum sem gefin í stæðinni. Við skulum skoða dæmi. Hérna tiltölulega einföld stæða, nokkuð löng engu að síður, en í henni eru 3 tegundir af aðgerðum. Það er að segja, það er samlagning, það er deiling, það er mínus og það er plús. Nú þarf ég að vita í hvaða röð ég á að gera þetta og ég á fyrst að deila. Ég á alltaf að margfalda og deila áður en það er að síðasta sem ég geri að leggja saman og draga frá. Þannig að þá ætla ég að skrifa stæðun aftur þegar ég er búinn að leysa út úr deilingunni. 4 deilt með 2 eru 2. Síðan vinn ég mig frá vinstri til hægri, bara eins og ég lesi þetta. Hérna fæ ég 5, mínus 3, pluss 8, 5 mínus 3 eru 2, pluss 8, ég fæ út úr þessu 10. Þegar ég er með svona langa runu þá borgar sig að skrifa þetta svona. Ég var kannski að skrifa óþarlega mörg skref, það verður hver og einn að finna út úr því fyrir sjálfan sig. En það borgar sig að setja þetta skipulega upp og reikna þetta ekki hraðar heldur en maður ræður við. Skrifa frekar meira heldur en minna, þó það taki örlítið lengri tíma. Svo eftir því sem maður þjálfast upp, þá fer maður að skrifa í raun minna.